Komið þið sæl, heim er best heilsar á þessum miðvikudegi. Gestur minn þessu sinni er Jóhann Jakobsson, Akureyringur. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ég átti heim á Akureyri þegar að Manchester United kom í heimsókn. Já. Ég veit ekki hvers vegna. Var ég fengið til að gera leikskrá. Þá var ég ekkert byrjaði blaðamennska en eitt, sko. Þá bara sjómaður. Og ég var beðinn að gera leikskrá. En ástæð þess, ég ætla að segja smá sögu að því, ástæð þess að ég svona var stuðningsmaður Káa var svo að þegar ég flutti, þá hélt til Akureyrar, þá setti ég mér það að halda alltaf með aðkomuliðinu, vera svona í mótsögn við allt, sko. En svo gerist það að Birgir Björnsson F-áingur kemur norður og fer að þjálfa Káa í handboltanum. Og ég er fæddur Hafnfirðingur og náttúrulega þetta handboltalið sem var hann Birgir Björnsson og Geir Hallsteinsson og þetta voru náttúrulega stór stjórnur. Þannig að þá byrjaði ég að halda með Káa og hérna ég veit ekki, en svo ég veit ekki af hverju einhver kemur til mín og biður mig að gera leikskrána, en þá er ég settur niður á hérna ritstjórnarskrifstofu Dags og fékk þar eitt svona þessu litlu herbergjum þar sem ég skrifaði hérna leikskrána fyrir að leik, en gott að vel með það er nú lítið með að þú leikst leikin. Heldur ekki með maður sem Jónreit? Nei, ég er endur ekki. Nei. Ég er púlari náttúrulega eins og margir er. Já. Sérstaklega, margir Íslendingar halda með Liverpool, pabbi hélt með Liverpool vegna þess að það vann Káur í Evrópukeppninni. Já. En þetta er eina kannski skemmtilegri minninguðinum frá þessu. Já, það er gaman að segja frá því, sko, 78 fer ég á vegum Káa til Manchester og var við æfingar hjá United í 3-4 vikur. Það er ekki margir sem vita það. Og ég bjó mig bara hérna, það var hjón sem sáum okkur hérna í 3 eða húsi og þar voru leikmenn sem bjöggu í húsinu. Það voru 3 hæðir. Og hérna, þetta voru strákar sem voru frá Skotlandi og Írlandi og svona aðkomu strákar svolítið og margir frægir, Artur Albjörnsson og fleiri og svo bara æfðum við með aðaliðinu viku til viku og maður kynntist þeim svolítið. En hvernig var það? Náttúrulega, sko, ég var í Víði þegar að Ringo var þar og hann gekk svo nokkrum metri fyrir fram að mig og ég fekk í magan, en hvernig var þetta heimsfrægir fótboltamenn? Já, það er svolítið gaman. Bobby Charlton og fælast þarna og best og það var gaman að því. Þeir voru Gordon McQueen og Joe Jordan og hann skotinn McIlroy, hann var ír þetta. Talar eitthvað við það? Já, þeir voru. Og þess að líka þeir eru svo líberal brentarnir maður. Það er einhver stælar þar. Nei. Þannig að þú hafðir hitt Djós best áður þegar að koma til Akureyrar. Já. En þessi tími úti, ég hef nú heyrti tala um þetta var ævintýri. Já, það er ótt að segja það. Og við fórum með þeim í ferðir og í rútunni og við vorum bara eins og spilar við vorum bara með passa hálsinn og ættum Old Trafford bara eins og ættum þetta upp að borða En voru margir sem fóruð það? Við vorum 2. Hver var hinn? Hann hitti Aðalsteinn Hvað stöðu spilaði hann? Hann var í markinu. Aðalsteinn ég man eftir honum, hann var góður í marki. Já, svo fluttandi Vestmanni, ég held að sé það ennþá. Já. En hann fyrir ekki úr okkur þó munum ekki föðunafnið núna, rétt á meðan, en hérna, sko, ég sett á Facebook að þú værir að koma til mín og ég hef búin að skila kveðju frá Ragga Sót til dæmis til þín og svo voru einhver að segja að þú hefðir getað orðið enn betri í fótbolta hefði aðstæði verið aðrar. Ég vitni það, þú ert mjög góður í fótbolta. Takk fyrir það. Það var með okkur flesta hann og það var engin aðstæð. Við hefðum allir orðið betri, held ég. Já. En það er alltaf aðstæð var engin, nánast. Nei. Sana völdurinn sem var eitthvað sko alveg skelfilegur að spila á það ekki? Alveg svakalugum. En þið spiluðu þarna samt? Já, spilum alltaf 2-3 fyrstu leik hérna í Íslandsmótinu á Sannavellin. Já, sem aldrei leyft í dag.
alveg skelvileg. Þetta var malavöldur, var hann harður eða? Já, hann var sko grjótharður, þetta var sko ekkert, sko ég gamla að tala um moldavill, að þetta var sko bara búra grjót sko alveg, og það var sko svo náttúrulega á vorin, sko snemma vorin, þá var þetta frosið, og þetta var bara eins og að vera á mölinni sko, og frosið undir sko í þokkabót, að detta á þessu maður og alveg sko. Sveinn Jónsson sem var formað KR og þú varst nú samtímis í golfferðinuna í vor með honum, að hann sagði sko, þegar var að spila á Melavellinum og kannski að renna sér, Svenni var harður sko, harður að sér, og þá sagði hann kannski allur rispaður eftir þetta, og svo vaknaði maður nóttir sann til að rífa sænguverið af þessu aftur. Ég veit, og klístraði, ég mani til þessu nefnilega, þetta var alveg. En við þessar aðstæður var þetta. Já. Ég var nú aldrei góður í fótbolta, ég spilaði eins og háskólavellinum, hann var bara sko, bara manndrepandinn á hans. Já, alveg hreinsúli. Alveg ömurlegur, en Mélavellurinn var ekkert svo harður. Nei. En hann var svona smá steinar sko sem var rispuðu sko. Hann var renni sléttur, en hann var grótharður sko. Ég vil segja að því líkt slís maður að breyta honum ekki bara minka sko, því hann var svo ofbúslega stórgirðingi, bara minkan hann að gera bara stadium, hann að Kár og Valur ættu þarna spilu heimalegina sinna. Alveg saman á því, alveg saman á því. Þetta er svo fyrir þann sko allar minningarnar og menninguna í kringum völl. Þetta er alveg útrúlegt sko. Þú er vantarlegt að spila þar. Já. Ég spilaði þarna nokkuð sinnum. Og farið þangað líka sem áhorfandi? Já. Manstu lyktin á klósettinu? Ég held að muni allir. Ég man þetta á pínu. Já, en það var svo sterk lyktin það eitthvað að miðjuvallinu. Það var landlyktin alveg skelfileg. Ég var eins og Siggi Lár heitinn, hann og maður að spila þarna og hann þurfti að fara á klósettið og svo kemur hann bara eftir 10 sekundur út og segi, það er ekkert pláss fyrir mig að inni. Þannig að hann kann tekja lett af sér. En hérna, sko, þú spilaði með IBA. Já. Og lengi. 2 ár. Og Hemmi Gunn var þjálfari. Já. Og leikmaður. Já. Það hefur verið ævintýrulega skemmtileg tími. Já, hann var alveg. Við þekktum báðir Hemma, það var ekki fílan í honum. Hann var ótrúlegur. Ótrúlegur. Og það bara fór þetta að hafa kynstum, sko. Þetta er náttúrulega bara, hann er onáttið kænt, sko. Sveimir það. Já. En, svo við vitum báðir náttúrulega. Já. En þú varst svona miðjumaður eða þú væri 10 í dag? Jú. Varst ekki númer 10? Jú. Já. Ég var, sko, þegar ég var yngri og var svona stigum minn fyrstu spór, sko, þá var ég á kantinum alltaf. En svo var ég færðirinn á miðuna. Og hérna, og var þar alla tíð, nánast. En þetta er, þú búin að leika eitthvað 100 leikja eða eitthvað? Já. Er það ekki? Jú. Ég held ég sé mig fyrir KR í með, sko, 100 leiki, sko. Já. Veistu það, ég hérna man eftir liði hjá KA sem ég fannst alveg ofbúðslega skemmtilegt. Það var þegar voru að, sko, þegar þið splittið verði bara KA og Þór, þá fjallu bæði liðin í næstu deild. Já, og svo þetta fara bara beinni í þriðju deild, sko. Já, bæði. Já. Ég held að það veri sko í annari deildinni þegar að Elmar Gisson kemur og er á kantinum og Óskar Ingimundarsson káringur og skórari. Já, hann var náttúrulega framari, Elmar Gisson, tannlæknir. Og mér fannst þessi 3 alveg, þetta var bara alveg frábært að horfa á hvað spila þetta. Já. Þetta hlýtur að veri, ég held að unnið sko aðra deildina sem þá var sko með miklu miður. Já, töfum mikið leik. Svo settum sko stigamitt og markamitt, sko skórumörk. Já. Og það var náttúrulega búið að hérna brjóta það núna, það er náttúrulega nú er fleiri leikir. Þetta var bara hérna færri lið. Já. En þetta var 78 voru við þrælsterkir alveg. Já. Það voru. Og Elmar var snöggur. Alveg, hann var svakalur. Já, hljópratt. Alveg svakalur. Og Óskar var í miklu stuði. Já, skoraði. Já, hann er ekki ónýtt fyrir hann að hafa haft ykkur með sér þarna því.
En hann kunni sér fyrir hann markið. Hann var sko markaskora guðsnám sko. Hann var svo mikið refur og svo svindlaði hann á réttum tímum sko. Hann vissi alveg, en hann svo bara, ég man eftir hann unnum hérna einhvern Fylki sko, 4-1 eða 5-1 og hann gerði öll mörkin sko. Þú veist, það sást ekki leiknum sko. Þannig, það var ekki yfirferð, bara sett hann inn og það var alveg nóg fyrir okkur sko. Já, mér fannst þetta einhvern veginn svona, Elmar kom á hraðferð upp kantinn og gaf inn í og þar var Óskar alltaf tilbúinn. Já. Sko, talandi þriðju deildina, aðra deildina og fyrstu, þá sko ég nánast klárað því, ég búin að hugsa með þetta mikið og fletta, að ég skoraði fyrsta mark fyrir Káa í þriðju deildinni móti Ólafsfirði. Ég skoraði fyrsta mark fyrir Káa í annar deildinni á móti Þrótti Neskaupstað og ég skoraði fyrsta marki í fyrstu deild fyrir Káa móti Breiðablik sem var reyndar sko fyrsta mark sumarsins og ég fekk svona stereo filmstæki í verðlaun. Það var gaman að því að það var eftir 13 mínútur. En fjalluðu eitthvað úr fyrstu deildinni, efstu deildinni? Já, við vorum í svolítið brassi sko alltaf. En fjallum, ég man eftir, ég fjall 2-3 sko. En alltaf fórum við upp aftur. Þetta var svona... Já, við vorum svona mörkunum alltaf. Já, við vorum sterkir í annan leiðinni en svo var alltaf erfitt fyrir liðina sem komu upp að sko, vera uppi. Já, það var náttúrulega mikið færri liði deildin, bara 10 liði deildinni. Þannig að samkeppnin var svona óvagnar heldur en Já. Og öll liðin sko, alveg sko, á þessum tíma mjög sterk sko. Já. En þú ert hættur þegar að Káa verður Íslandsmeistari? Já. Ég fer suður sko 83. Var ekki Káa 86? Nei. 85? Það svo snemma? Nei. Já, ég veit ekki. Ég maður ekki. Ég held að Víkingur á 89, 90 eitthvað svolítið. 87. Já. Já, er það ekki? Já, það er eitthvað svolítið. Já, því að... Gauji Þórðar kemur... Skömmu þess að ég veit ekki. Já, það er alltaf. En Gauji Þórðar kemur norður og hann sagði mér, ég segja einu sögu, hann sagði mér að þegar hann kemur norður og er að byrja að þjálfa það og þá lístur hann ekki á þetta og segir við Elling Kristjánsson fyrirlega, vissuðu það að við höfum ekkert í mót að gera. Já. Nú, ég hef aldrei séð eins kurteisa leikmenn sko. Að sko rekist hvori annan í æfingum, hann byrði bara hlafsökunar sko. Þetta bara gengur ekki sko. Við verðum að fá bara aftal á miðjuna, bara fætir, mann sem er bara fyrir allt. Þá sagði hann, talaði við nonna bróðir. Já, er hann ekki hættur? Jú, hann er hættur í fótbolta, en talaði við hann. Og Gauji segir með það, hann hafi hringt í Jón Kristjánsson sem var náttúrulega sérstaklega þekktur sem handboltamaður. Og spyr hann hvort hann vilja koma og jú, Jón er til í það og Gauji sagði sko, hann fór ekki sko upp, hann stökk upp með einhverju manni að það ná ekki boltan eða eitthvað þá náða manninum sko. Já. Hann sagði hann væri svo, hann hefði skipt svo miklu máli. Já, einmitt. Að þurfa að gera að sárum að setja einhvern einasta leik, sagði hann mér sko, kannski einhverju íkir við því en meiningin þessi sko, hann var svona harður að sér. Einmitt. Dýrmændum aður. Já, hann gerði góða hluti á Káa á þessum tíma. Ég mann voru lítið eftir þessum fótboltamanni, sko. Honum Jóni. Jóni, já. En svo kemur hann alveg eitur sterkur, sko. Já. Og eins og segir, bara mikill brjótur hann á miðinni, sko. Já, skiptir miklu máli. Já. En hvernig ferðið mikið norður? Já, ég fer 2 ári. Já. Já, heyrðu, eina spurningu var ég búin að, ekki mikla, en ég var búin að hugsa, þú ert að reyma á Eyrinni eða ekki? Ólst upp í miðbænum, alveg við torgið, Skipagötunni. Já, og ertu þá Káamaður? Já. En ef þú verður Eyrin þá verður Þórsari? Já. Já, eða stutt á milli þarna? Já. En ákveðið samt? Þetta var náttúrulega því bræðið minn úr í Káa, þannig var ég bara í Káa, sko. Já. Aðalega út af því, held ég. Já. En ekki landfræðilega, það er svo að skipagatan gat alveg eins til Þór eða eitthvað? Já. En það er alveg niður í miðbænum, sko? Já.
Og KR þá, hvað sagði, voru konir upp á brekku? Já, svo fór ég rann upp á brekkuna, alveg efstu frá. Já, eins og var þá. Já. Og Þórsarnir svolítið meira með Eirina og Þorpið. Já. Þetta rígur á milli félagana. Já. Svona, það risti nú ekkert rosalega djúpt. Nei, ekki þegar menn eldast og svona. En samt, alveg híklust. Það var gaman að vinna á það, eða ekki? Já. Það var ferlegt að tapa fyrir þeim. Það var alveg og ég man það í gamla daga þegar þeir voru í annar deildinni og við líka og ég man eftir að spila sér í Hafnarfirði og þeir voru að spila man ekki hvar og leikirnum á sama tíma og við unnum með fá og svo fréttum við það að Þórsarnir hefðu tapað og þá fögnum við ennþá meira inn í klefanum. Já, þið voru náttúrulega harðir bara að komast upp í deildinni frá ofan. Já. En þið voru undan þeim upp eða ekki? Já, ég veit það. Já, upp í fyrstu. Já, þið byrjuðu bæði í þriðju, fóru beint upp í aðra. En þið komust upp strax en þeir ekki, held ég. Já, málið það þegar við ströggluðum svolítið í annar deildinni og þeir hoppuðu upp alveg 1, 2 og 3 Nú var það svolítið, og þeir undan ykkur. Já, þeir voru undan. Þeir voru með, við voru 3, 4 í bjallinu, Steini Þóransheitinn og Sigurbjörn Gunnarsson, Eyjólfur Ágústsson og ég vorum svona í kringum í bjallið og hitt voru allt Þórsarar, Gunnar Austur og þeir. Það var eiginlega 4, Var Samúl í markinu? Já. Saman er góði vinni, unnum saman í mörg ári hjá Ræðtinni og erum góði vinni ennþá. Hann hringdi eins og mig. Það var þannig að það var svona mikil fjölmiðla umfjöllun það þegar ég hætti sem ritstjóri á blaðinu sem var hérna, dagblaðinu. Og ég var kallaður öllum ítilöndum af ákveðnum mönnum og ég ákvað strax að láta þetta bréfið mig ganga, þetta myndi bara, steyr þetta bara, alltaf leið með það, nema það að þegar þetta lætur hvað hæst, þá hringir Samúel í mig og þá sagði hann mér það að hann væri ásamt mörgum öðrum í svona kaffihópi á Hotel Kea, á jarðaðinni, þessi núna er hamborgarafabrikan. Og þeir hefðu verið að tala um þetta og niðurstaðan var svo að hann var beðinn að hringi í mig til að lýsa yfir stuðningi við mig. Já, og af borðinu, kaffiborðinu. Já, og mér gaman, ég var að lesa svona óþverra mig og ég heldur. Svona nýjumál mest, Já. En svo kom bara stuðniskveðan orðan. Já. Menn sem ég veit einhvern veginn sem ég hefði talað við, kannski bara svona kinka kolli til eitthvað. Já. Þetta var svolítið sætt. Já, þetta verður að gera þetta líka, ef maður er í hinuleginu, þá var hann alltaf vita líka, fyrst mér. Já, sami við vorum mjög góði vinnir og eins og segja unnur saman í 4-5 ár, Við vorum saman á skiptum perur á kranavílum. Mörg ár. Heyrðu, það var Hemmigun, hann sagði mér svo, þegar hann var að spila mjög að þá hann sagði þú sem fellir hann fellir hann í teig og Magnús Pétursson er að dæma Maggi P og hann bara gerir, þetta er ekkert og Hemmi er mjósáttur og hleypur til hann, hvað er aðeins Maggi, þetta var víti. Nei, þú dast ekki nógu vel, það verður ef við á víti þá rúlla sér eitthvað svona, þetta þú dast ekki þetta dæma víti á þetta. Rasaði bara eitthvað. Já, svo seinni í leiknum, að þá er aftur Hemmi í einhverju nóði og rúllar alveg bara 12 hringið eitthvað og það er bara ekkert, segir Maggi, og enn hleypur Hemmi til Magga og segir, hvað er aðeins Maggi hérna? Hvað dæmdur ekki víti? Ekkert skúispil, Hermann, ekkert skúispil. Og ég bara þess að sögu á Magga, ég var nú vel málkunnur honum svona, bara eitthvað, ég veit ekkert út af hverju. Og hann jónkaði þessu, þetta var alveg rétt. Þetta var rétt farið með hjá Hemma, því ekkert skúispil, Hermann. Ég var eins og reikinn út á fótboltavelli eftir leik og það var svona fyrir smá spaug hann var ekki nöfn með dómaran nema það hann tekur í hendur mig og ég segi hann takk fyrir leikinn og góðu leikur segi ég vildu það séð hann sagði ég
og svo labbaði ég einhverja 10 metra og var ég kallaði tilbaka, þá var hann átt að sjá þessu hvað ég hafði sagt og hann sagði, hvað meiningar eru þetta og ég segi, þetta var bara og hann sagði, alltaf að halda þessu streit já, ég segi, ég vildi þú sé leikinn og þá bara rautt upp, já en sko, svo fór ég að tala við hann og ég sagði við hann sko að hann hefði nú verið bara eitthvað og þá sann þetta nú eiginlega bara það fauki mér líka sann og þetta kemur ekkert fram sann svo var þetta ekkert hann bara fljótur á sig bara og hann bara hætti svo við hann þetta, við svo erum bara fínir vinnir til það og erum ennþá En fyrstu oft rauðspjöldin? Já, nokkuð sem já, ég svona 4-5 sinnum En þú varst góður í fótbolta Já, þú vissi það Já þú vissi það alveg og svona svo sá ég myndum daginn sem var tekin á Sanavellinum í Bleitu og þá voru þeir eitthvað að segja þarna og ég hefði verið jafnvel bara Nói Björnsson eða eitthvað hann á með mér á myndinni Já, með mér á myndinni Nói og skrifaði á Facebook sko að hvað hefði verið gaman að spila með þér þá þú orðin svona eldri en þeir sko hvernig svona leiðbeinandinn og þetta svona þannig að gaf þér gott orð Varstu fyrirlið eitthvað? Nei, mér bauðst það sko tíma en ég eiginlega sko hreinlega vildi ekki bara Nei. Ég var einhvern veginn ekki alveg típa í það þá var bara best að segja það líka Já Heyrðu, en þú dræfir ekki Já Þú flyttur suður Já og það síðasta sem þú starfaði við sem rafverki þá átti ég á Fjölsmiðjunni Já, Þorbjörn Jensen sem náttúrulega landsættur handboltamaður og þjálfari landsliðsþjálfari tíma og mjög áberandi handboltamaður Já afskafla stór í stóðin sem hlýðinanum og flugstum henn bara góðu kall alveg yndisleg manneskja hann fóringi svona alltaf fóringi eða leiðtogi og gera þetta alltaf einhvern veginn á róluðun og tón það er aldrei en það var alltaf tekið markað sem hann sagði það var einhver tónn í þessu hún var alltaf sem að alltaf salla róluður svo vorum við Gummi Hrafnkels og Arnar líka og Þorleifur og Valli Skafjörð þetta var hörskulið þarna Þú spila á gítar og voruð með hljómsveit? Já við þetta Já og þessar starfsmenninir Já, þetta var svona og nefndin þetta var eiginlega gert fyrir þá að leika sér að inni svo fengum við Steina í hjálmum hann Begga Mortens þeir voru að kenna strákunum og voru með á svona og það var þetta er alltaf Þorleifur náttúrulega þekkti allas kalla náttúrulega og hann var bara í símtala voru mættir KK og fleiri þannig að það var bara eitt margir af þessum frábæri tónlistamenn já, alveg En þið í Fjölsmiðjunni var þetta bara strákar sem var hana? Nei, þetta er krakkar sem hefðu svona ekki náð fótfest í lífinu Akkurat, og þau svona læra að vinna og fleira í höfum voru hann á launum og svona og þurftu náttúrulega fara til öllum reglum og svona en svo líka þetta er náttúrulega voru svona brotnir einstaklingar helviti mikið og en svo bara vera vinu þeirra bara spjalla við þau og vera léttur og vera ekki alltaf í einhverju stellingum og skammast og rífast og bara vera vinu þeirra Þú náttúrulega rafvirki og fyrir krakkana það ábyggilega svolítið spennandi tölvu hljómflutningstæki og þetta það hlýtur að vera það var mikið aðsókn í rafmagnsdeildinni hjá okkur ég var með rafmagnsdeildina og Þorleifur var með tölvudeildina þær voru hlið við hlið og við vorum kannski með ég var mest með yfir 20 krakka hjá mér í minni deild En hvað gerðu? Þið fenguð hluti sem að fólk hafi lagt frá sér? Já, við fengum únýtsagáman fólk sem var ekki að henda heldur vissa var ekki ónýtt og við fengum rafmagnsdótið til okkar og hún bara aðeins yfir þetta og settum á þetta miða í lagi og það var seltin góð heyrði Já. Og þetta var alveg stöðugt. Unniðu kannski bara fyrir ykkur eða hvað?
Já, við vorum bara, sjálfbæri, já. Að það sem þið framleituð úr gömlu, að það jafnvel borgaði reksturinn. Já, svo líka fengum við tölvur sko, efnamóttökunni, sem var búið að henda og við hreinsuðum úr hörðudiskana og móðuborðin og tókum sko sortur draslið úr tölvunni sko í 3 eða 4 hluti sko og fengum fyrir það alveg bara ákveð á tölvu sko. Nei, á kíló sig. Þannig að það var fín innkomar sko. Var þetta gaman? Já, þetta var mjög gaman, æðislega gaman. Áttu þá svona gott með að vera með fólki? Já, ég held það, sko, ég held það, Það er langt í fíluna, það er ekki? Hvað sérðu? Það er langt í fíluna. Já. Ég reyna að passa mig á því eins og í mögulega. Já. Það er nógur það heldur. Þetta er það bara vitleysa að vera í fílu. Já, ég heldur. Nei, ég náttúrulega þekki, ég veit það er bara út glaðalindum maður. Já. Og konaðin er Hulda Tryggvadóttir ekki? Jú. Já, og þið 3 börn? Já. Og svo ykkur afabörn? Já, 3. Nei, 4 fyrir ekki. Það er ekki undan að telja. 1 mánuða gamalt. Það er að koma svona inn. Og til hann ekki með það. Já, það kæfir það. Ekki fínt hlutverk. Alveg æðislega gaman. Já, ég er mikill afi. Já, voða gaman að fá þau og gista og kors í kvöld og svona. Voða náttúrulega. Já. Það er það. Já. Herðu, ég ætla að segja eina sögu að mér hérna fyrir norðan. Það er einhverju eftir sko að ég er hérna á degi að skrifa þessa leikskrá að þá vorum við flutt sko aftur vestur á Snæfellsnes og ég og kona mín áverandi og hérna það sem að ég fór aftur á sjóinn og hérna ég var á sjónum þar og svo komum við frí til Akureyrar og ég eftir þetta ég fór hann inn á ritstjórnina að þá var ég svolítið svag fyrir sem ég fannst þetta umhverfið svo flott eitthvað og svona. Þannig að passa fyrir því bara einhvern veginn. Ég fer þarna niður á ritstjórnarskrifstofu og spyr eftir Hermanni Sveinbjörnssyni og þá hann er í Reykjavík segir einhver þarna við mig og segja, ég ætla að tala við hann starf hérna, tala við hann hérna Jóhann Karl held sem var framkvæmdastjóri. Og hann eins og bara framkvæmdastjóri segir bara nei, okkur vantar ekki að blaðamann. Bara ákveðin og svo var kannski rétt já, ég er ekkert efast það. Það vantar ekki bara blaðamenn og ég með enga reynslu. Nema reyndar í Villavídeó og Jólasík, þar hafði ég verið að taka upp þætt og svona. Jæja, en svo hérna nokkrum árum seinna þá er ég ráðinn inn á fréttastofu Útvarpsins og þar er Hermann Sveinbjörnsson. Já. Og hérna hann var með sjávarútvegs þátt eitthvað úr verinu, ég maður ekki og ég bara fyrsta degi þá segir Hermann við komdu og lest með mér svona til að þjálfa mig að lesa í hljóðnæmar og ég reyndar fór einhverju línuvill þarna en það var nú bara stressað svona í fyrstu útsendingu og hérna svo eftir ég er búin að kynnast Hermanni sem frábær maður og skemmtilegur dó allt og snemma hann átti svo ógrynni að sögumaðurinn það var alveg það var þetta að hlæja á honum endalaust en sko svo segi ég honum þetta ég hafi komið þarna og hann hafi Reykjavík og framkvæmdastjórinn hafi náttúrulega bara neinum og hvað hann tryggir blaðamann hann náttúrulega tekið væntu peningana eins og hann á að gera sko og þá segir Hermann hef ég verið fyrir norðan þá er ráðið þá segir hinn ég hafði enga reynslu nei, þú er bara svo blaðamann að legur ég hefði ráðið en svo bara styttist ég var svo blaðamaður á Víðaferð nei en mér fannst oftast fínt að vera Akureyri það var svolítið grúska í þessu blöð á Íslendingur og þetta var hörku blöð alveg alla sveitir og Norðurland alla sveitir sko nei hérna blaði Norðurland það er viðtal við mig og baksinn einu stað Norðurland það er sólstöðu samningarnir voru gerðir það var verðtrygging á launin og þá talaði við ég sitt á liftara hjá hann í Einskipafélaginu klarkur eins og að kalla það og ég segi bara Íslensk þjóðfélag er viðbjóður
Nú, akkur segir það? Hann segir það að þeir munu taka verðtrygginguna laununum við fyrsta tækifæri, en haldinu öllu hinu. Já, eins og komum daginn. Svo hvað daginn, ég var bara, 22 ára gamall liftaramaður, eða hvað ég var. Og þetta var svona. Já. Og ég stundi vera þess að úrklippu, ég stundi vera að monta með því að því að sé alltaf styrmir að Íslands þjóðfélag smilt og ómögulegt og list. Ég gerði það bara mikið, ég vil bara ungur liftaramaður. Já. Það væri bara viðbjóður. En þá fekk ég á mig svona skot hér og þar, kannski hjá fólki sem ég þekkti ekki. Akkur flýtur ekki, farðu bara, einhverjir þjóðerni sinnar, voru bara svona harðir, þannig ég hálf sá eftir þessu svo, bara, Já, þetta viðbröðnur svo leið. Já, ekki hjá öllum, ekki hjá fjöldanum. Nei, ég var alltaf, svo kynntist ég þarna mönnum eins og Stebba Gull, tala hún ekki Ragga í Jóðum í Jóð. Já. Og Sólnesonum. Já. Ég vann aðeins hjá þeim. Já. Í þá fasteignarsölunni. Já. Ég Þetta voru góði kalla. Já, ég þekkti þetta ekki neitt, nema svo allt innu hringi maður í mig og segir þetta Stefán Gullarsson, já, blessaður, og ég fatta Stefán Gull, ég talað um hann. Og hann sagðist vera á bautunum og hvort ég heiti komið og hitt sig. Hann hætti áreiðandi erindi við mig. Og bara gangi gegnum veitingasalinn og fyrstur til hægri, það skrifstofa mín. Einmitt. Já, ég fer inn til Stefáns og hann tekur mér mjög vel og segir mér það að hann sé sölumaður hjá þeim Sólnesbræðrum, en hann vil ég létta á sér, hvort að ég vil ekki koma með honum, við myndum bara skipta jafnt sölumannslutnum á milli okkar. Jú, sagði ég bara sagði jú, og svo kem ég heim til tengdafólöðan og þáverandi og þar var svona mannmargt og ég segi það að Stebbi Gull hafði hringt í mig, það sló bara þögn á hópin svo hvað hann hefði boðið mér og þá man ég ein konan annars sagði þú mátt ekki láta þetta ganga stíga til höfus, ég fattaði það nú ekki, ég var ekkert að því ég var bara að segja maður og svo vorum við þarna saman, ég og Stebbi og hann svo var enda með því að hann hafði minni tíma og ég gerði mikið meira að þessu heldur en hann og svo var nú eitt aðdegjalít að segja núna sem var alveg frábært hjá mér hvernig ég náði að tengja sölur hann og Jón Káir Sólnes sátu og voru að horfa á mig vinna og þá svo ég var búin að redda þessu þá sagði Stebbi, herru, ég hættur þú bara tekur þetta ég á ekki róð í þetta og þá var það þannig að við Stebbi og kallar nú Stebbi ekki alltaf ömmu sína Nei, 45% höfðu við sölumennir og eigendurni 55 svo var Stebbi farinn og þá segir nú þurfum við að endur sem er þetta og nú það er ekki hægt að skipta við 50-50 og þeir byrja sérstaklega Jón Káir fann svona hvað, nei og svo endaði með Gunnar svona humorískari og hann sagði þetta er sniðut þetta er bara 50-50 nei, þetta var þetta voru Þekktur Palla, yngsta? Nei, hann var en svo getið sér náttúrulega pappara Jóni G hann kallaði stundum í mig svona til að rífast mig eða puða við mig því að við vorum ekki alveg sammála í pólitík hann var alveg til í það að munnaukvast í góðu tómi alveg engin meining í sem einu sem voru að horfa saman er Ráðustólkið og þá segir hann, sérðu hvað þetta er fallegt torg þá segir finnst þetta fallegt torg og segir, nei, láttu ekki svona grasið hann var tekið með þess að úr vaðlaheginni og sett hann, þetta er óksíkjan, þetta er graskúð þú kom inn á og segir, taki þess að girðingum og gera þetta bara fólk getur gengið með þetta torg maður sé getur girðingunni fólk var að sitja á henni svolítið og má ekki fara inn á gras hvað er rugglir þetta og hann var eiginlega sammála menn sagði samt þetta er tóma villisa nei, ég mjög hann skemmtilegur maður mjög skemmtilegur hann ég kynntist honum svolítið hann og pabbi kanni þeir voru golvarar miklir og vinir og svo þegar kallið maður hann ældi nú ekkert verið nefninu
og svo fengu þeir sér stundum á kvöldin og svona, og voru mjög góði vínir, sko. Og það var þannig, eitt árið þá lenti í svona bílslýsa á hjólinu mínu og kyrt á mig maður hjóli fór alveg í steik, sko. Það var gamalt svona. Og ég var búin að fara, svo náttúrulega átti ég að fá hjól úr tryggingunum. Og trygging, ég man ekki hvað það hét, hvaða tryggingafélag það var, en skrifstofan þeirra var í Landsbankanum, þannig á bakvið. Og ég var alltaf að koma upp og hvenær ég fengi inn í hjólið, og það var alltaf að bíða, og ég hitti kallinn tvisvar á ganginu, og hann segir, Jóhann minn, hvað ferðalag þér alltaf hérna? Ég sé þér að fara upp í trygginga hérna, og ég býta, og hvað það gerða þar, sá hann ekki. Það var kert á mig hjól mitt rónit og ég hérna á að fá nýtt hjól og það gengur eitthvað erfiðlega. Já, sagði kallinn. Það er kondi í fyrramálefinu á sama tíma. Svo kom ég þá, það var bara hjólið komið, sko. Hann fór bara inn og sagði, greiði þetta. Hann er búin að koma hérna 3-4 ferðir og hann á rétt á þessu og hvað er það að hangsa með þetta? Þetta þoldi ég kallinn ekki, sko. Nei, ég kynntist einmitt þessum manni í honum, sko. Það var svona bóngóðu maður. Nei, hann var náttúrulega sumir af því hann var manstu hérna Kröflu þáttinn hann og Vilmundur Gylfason. Heldur betur maður. Og það svona, þá sett hann svolítið niður, þetta var svona einhver misskilningur líka. Að þessi rétti maður kom ekki í gegn. Akkurat, jú. Það er rétt orðið, einmitt, sko. En svo sagði Þorvaldur Gylfason með það að þegar þátturinn var búinn og þá sagði Jón við Vilmund, akkur lætur þú svona eins og kurteisan pappa? Afi minn var svona. Já. Og þá segir Þorvaldur, hann átt að segja afarnir mínir. Já. Þeir voru báðir svona orka sem menn, sko. Já. Herðu, en hérna nú erum við búin að spjalla í einhver tíma og þetta er bara komið hjá okkur og ég vil þakka þér mikið vel fyrir komuna. Já, þetta er bara frábært. Ég stila á þetta allt hjá okkur. Það er alveg frábært. Já, þú er búin að skoða þetta samstöðina. Já, og líst vel á þetta. Já. Og fólkið. Já, þetta er glæsilegt, allt, sko. Já, það er eins og þú sagðir, sko, Sanna Magdalena var hérna sem dýravörð til að hleypa okkur inn í húsið og svo náttúrulega sem ég er búin að gleyma hvað heitir. Ég er með nefnilega með eitt sem heitir heilaþoka. Já, er það? Já. Get dott sér út. Ég fæ svona. Það er sko út af lyfjum sem ég þarf að taka. Já. Fer svona í höfuð. Já, það er kallað heilaþoka. Það er bara lokast. Samt er í umræði þáttum alveg. Já. En ef þú étur ekki þessi lyf, ertu þá alveg ómúlugur? Ertu þá bara ondur? Já. Er það, já? Já. Er það þá bara höfuðið og hvarinn þá bara líka? Já, ég öxlir náttúrulega. Já, sko, herðaflæðum við hóri í mass, sko, og taugaskemmdir út frá því sem er ekki hægt að lækna, sko. Og alltaf verkur. Alltaf, já. Og alltaf svona seyðingur. Verkjatöflurnar, veist. Ég veit það. Duðu ekki í daginn, sko. Nei, já, ok. Þú er nú lent í ýmsu sjálf. Já, þú er nú lent í ýmsu. Bætu því nú við. Já. Þú er búin að fá, heilalblóðfall, þrísvar. Þrísvar sinnum? Já. Þú eru lánsami hvernig þú sloppið frá því? Ég er búin að höfuðkúpubrotna, ég er búin að hálsbrotna og búin að skipta bæði hina á mér. Þetta er bara alltaf náttúrulega. Það er lengi telja. Ég er bara fýtt, sko, ég kvart ekki. Nei, við vitum það báðir að við getum orðið haldir. Já, heldur betur, já. Við séum stundum þegar að spila saman í gólfinu. Já. Stundum hjá mér gengur ekki neitt. Já, þetta er alveg, sko, botni, sko. Það er bara ótrúlega að geta spila gólf, segja nú bara. Nei, já, sömuleiðis, en þetta er bara svo fínt að, þetta er fínt leikur, sko. Ég veit það, þú hefur gott að þessu og finnur það, snert að þessu náttúrulega. Donni eða Jóhann Jakobsson, Jóhann Einar eða ekki? Jú. Já, Jakobsson. Ég þakkaði mikið vel fyrir. Já, þakkaði fyrir það. Og ykkur fyrir að vera með okkur, en svo verið þið með annað þátt í næstu viku og annað viðmælanda. Ég veit ekki hver það verður, en sjáumst á.